Uppskrift á góðum degi í boði Austurbrú, Askur Taprúm, Síldarvinnslan, Móðir jörð, Bílaleigu Akureyrar og Rúbín kaffi. Valaskjálf var höll Óðins í goðafræðan okkar gömlu. Þar gat hann setið og horft yfir heiminn allan. Á jörðu niðri vöknum við á Hótel Valaskjálf á Egilsstöðum og heimurinn okkar í dag Fljótsdalurinn. Já, við þurfum ekki meira. Það von á ævintýralegum degi, en við ætlum að skella okkur hringinn í kringum Lagarfljótið. Skógurinn, dularfullt og gruggugt fljótið, náttúruperlurnar og sögustæðarnir bíða okkar. Ferðalangar í þjóðsögunum eru alltaf sendir af stað með nesti og nýja skó. Við erum reyndar þokkalega skóuð og varla áðabætandi, en það alltaf gott að næla sér í gott nesti. Þá dýrmætt að hafa Fellabakarí innan seilingar. Það vert að minnast á það fyrir þá sem hafa gaman að því að slá golfkúlur, að það frábær golfvöllur við Fellabæ. Í 15 km fjarlægð frá Egilsstöðum, miðja vegu milli Hallormsstaðar og Egilsstaða, Vallanes á Fljótsdalshéraði. Staðurinn kirkjustaður og sátu þar skáldprestar sem jafnframt voru bændur allt til 1979. Þá urðu kaflaskil í Vallanesi, prestur flutti burt og ungir bændur að nafni Eymundur Magnússon og Eygló Björk Ólafsdóttir fluttu þangað með fjölskyldu sína og hófu búskap. Hér gott að koma til að upplifa það besta sem náttúran, móðir jörð, hefur upp á að bjóða. Þegar maður keyrir hérna að Vallanesi, þá tekur á móti manni skilti gönguleið. Já, það ormurinn, göngustígurinn Ormurinn. Það hérna göngustígur fyrir ævintýralegu göngustígur fyrir Hugrakka. Fyrir Hugrakka, já. Já, það eru þarna flóttaleiðir til þess að menn getur forðað sér ef að mæta einhverjum skrýmslum þarna. Já, það hætt á því. Já, ég ætla ekki að segja á mikið, bara bjóða fólk velkomið að koma og skoða. En þetta svona okkar leið til þess að deila skóginum með fólki. Ég segist nú vera með svona göngustígafetis. Ég að gera göngustíga hérna út alla jörðina, inn í skógi og skjólbeltum. Við erum búin að planta 1 milljón trjám og skjólbeltum, þannig að það mjög ævintýralegt land. Og fólki finnst það nú eiginlega bara verið í útlöndum þegar það hérna, þannig að fólk getur bara sleppt útlandsferðin í sumar. Já, akkurat. Og komið í Vallanes. Já. En hérna matakistan, það ekki langt að sækja matinn inn á kaffihúsinu. Já, hérna verður, úr þessum agri verður repjolía á næsta ári. Og svo erum við náttúrulega með korn, bygg og hveiti og sáði hampi líka. Myndum gjarnan velja að búa til hampolíu ef það tekst. Og hestabaunir eru hérna í agri, það svona klikkaðasta tilraunin í ár. Já, það alltaf að vera með einhverja nýjar hugmyndir eða svona líka. Þetta náttúrulega alltaf ákveðin nýsköpun í þessu. Já, mér líður heldur ekki vel nema ég sé að gera eitthvað vitleysu. Hérna löpum við inn í gróðurhúsið, en þetta hluti af kaffihúsinu líka. Já, þetta hús sér kaffihúsinu fyrir hráefni, sérstaklega svona snemma á vorin og haustin, að þá munar þetta þegar kannski rekturinn ekki komin í gang á fullu úti. Og hérna inni erum við með svona fjörlærar kryddjurtir og svona viðkvæmari jurtir, eins og tómata og blóm og svoleiðis. Og já, það ekki langt að teygja sig eftir hráefninu hingað inn. Og svo þegar við göngum í gegnum það, þá erum við komin að Asparhúsinu og það hefur nú heldur betur sérstaka stöðu og kannski svona hjartað í starfseminni. Já, þetta miðjan okkar, þarna gerist allt. Og þetta bæði hús sem hvar við borðum saman, öll sem búum hér.
og var þetta þessi umgjörð sem okkur langaði til að skapa staðnum fyrir afurðirnar og geta nýtt hráefnið okkar til að gera skemmtilega hluti. Hvað má segja að húsið sé ræktað á staðnum líka? Já, má segja það. Þetta allt saman byggt úr timbri hérðan, ösp og lerki. Þannig að við byggðum þetta hús árið 2016. Húsið alfarið til þess að kynna íslenskt hráefni og hvað hægt að rækta á Íslandi. Og auðvitað að nú það byggist allt á jurtum, þetta allt saman svona úr jurtaríkinu sem við gerum. Og þetta líka tilraunaeldhús. Við þróum nýjar uppskriftir og nýjar vörur og erum svolítið að sjá svona afsprengi þess núna. Við erum til dæmis að koma á markaði með nýja telínu sem eru blöndur sem við höfum boðið upp á kaffihúsinu undanfarin ár. Og hráefnið, ég meina ef það vantar eitthvað, þetta byggist ekki á því hvað til í búðinni hverju sinni, ef það vantar hráefnið þá það bara sótt hingað. Já, það nefnilega líka þegar við fáum við fáum nú svona unga kokka í húsið og til að elda fyrir okkur, sjáum eldhúsið á sumrin. Og það svolítið gaman að fara í gegnum það að fyrst svona augljóslega beðið avokado eða quinoa eða eitthvað svona sem vex ekki á Íslandi. En það svolítið gaman að þjálfa þetta upp hjá fólki að byrja á því að líta sér nær hvað við höfum og nota það. Það alltaf valkostir við ýmsum brögðum og svo framvegis. Þannig að rófur geta alveg komið í staðinn fyrir sæta kartöflur stundum. Við erum full orku eftir morgunhressinguna á Vallanessi og stefnan sett á stærsta skóg Íslands, Hallormsstaðaskóg. Hér ætlum við að hitta hann Þór en hann bæði skógfræðingur og skógarvörður Austurlands. Mesta vinnun okkar starfsemin hér á Hallormsstað. Það bara því að skógurinn sá stærsti eða það? Já, það eina ástæðan náttúrulega hér var byrjað. Fyrst, eru elstu trén og byrjaði með tilraunir með erlendar trjátegundir, þannig að hér byrjaði sagan, skórdarsagan, fyrir austan, það var hér á Hallormsstað. Þessi fyrir aftan okkur, til dæmis engin nýgræðlingur? Nei, þetta eitt af þessum gömlu kempum. Þessi tré eru einhvers staðar 1905 til 1910 gróðsett og við erum svona með litlar grúppur hér og þar í trjásafninu sem eru frá þessum fyrstu árum. Mest af þessu dó snemma eftir gróðsetningu, þessi fyrstu tré, en síðan erum við búin að vera að gróðseta alls konar tegundir. Og trjásafnið, hvað eru margar tegundir? Hérna í safninu sem við höfum búin að afmarka sem trjásafn 30 hektara svæði og það eru svona milli 80 tegundir af trjákenndum eða trjám og runnum hérna í safninu og við erum svona alltaf að bæta við eitthvað. Og þetta allt merkt og maður getur? Já, töluvert merkt en alls ekki allt. Við erum svona að reyna að bæta við það og við höfum dálítið mikið verið í lauftrjám upp á síðustu árin að bæta við tegundir af lauftrjám. Það mikið af barrtrjám hér ýmsum og þannig að við erum svona alltaf að reyna að bæta við. Já, safnið sarpi. Já, safnið sarpi. En það nú ekki bara trjásafnið, það ýmislegt sem hægt að gera í Hallormsstaðaskógi. Já, það náttúrulega bullandi ferðaþjónusta hérna í skóginum. Við rekum 2 tjaldsvæði hérna í skóginum. Atlavík nú kannski það þekktasta frá gamalli tíð. Nú síðan þetta hótel hér. Eitt af mest stærstu hótelum hérna á Austurlandi hérna rekið yfir sumartíman. Við erum með mikið af merktum gönguleiðum hérna skóginn, einhverja 10-12 merktar leiðir sem eru misjafnlega langar fyrir almenning. Mikið af tjaldgestum og öðrum gestum sem fara hérna á góðum degi á sumrin. Hver samt Hallormur? Já, það nú dálítið, ég á ekki gott með að segja frá því. Ég hef nú reynt að komast að því hver var þessi Hallormur. Ég get eiginlega varla svarað því. Það ekki ormurinn í vatninu? Nei, ekki hef ég séð það skrifað neins staðar að það sé tengt orminum sjálfum, Nei, þetta bara tilviljun? Nei, ég get bara því miður ekki svarað þessu. Nei, við verðum að rannsaka það. Já, þetta eitthvað, já. Ok, fyrirgefðu, erfið spurning. Já, hún var ekki góð. Þetta versta spurningin, Þetta versta spurningin. Þetta svona svo forvitnilegt. Já, þessu nafni. Það svo sérkennilegt að það skuli ekki vera, ég hef ekki fundið neitt og þekki enga sem hefur getað svarað þessi spurningum minni, Af hverju heitir þetta Hallormur, Hallormsstaðaskógur, Það til eitthvað sem heitir Hallormshaugur hérna. Ok.
veit ekkert meira hann og enginn annar. Við kannski bara notum tækifærið og auglýsum eftir Já. áhorfendur. Ef einhver veit hver Hallormur var. Það getur verið skemmtilegt. Gjöra svo vel að segja okkur frá því. Já. Yfirborð Lagarfljótsins gefur ekki mikið upp það sem leynist í djúpinu. Gruggugt vatnið er aðalega bránað jökulvatn frá Vatnajökli, blandað við fjölmargar bergvatnsár. Flestir hafa heyrt þjóðsögun vatnaskrímslið, Lagarfljótsorminn, en hans er fyrst getið í heimildum árið 1345 og síðan skýtur hann upp kollinum á spjöldum Íslandssögunar annað slagið síðan. Þór eyðir ansi miklum tíma í grennd við fljótið. Ætli hann hafi séð orminn? Ég hef ekki séð hann, en ég þekki menn sem að hafa séð hann. Og trúir þeim? Já, ég ger það. Þessi menn sem hafa séð hann, ég dreg það ekki efa. Þetta eru sannsögulegir menn, sko. Er hann stór eða? Hann var býsna stór. Þetta voru krippur sem hann sá, þessi sem hann er nú fallinn frá í dag, en þetta voru krippur sem hann sá. Snemma morguns hérna út á fljóti. Það er svolítið forvitnilegt að koma hérna og tjalda í Allavík og leita orminn. Já, það er bara mjög spennandi, sko. Að lokum, við höfum alveg svolítið tíma hérna í skóginum til þess að leika okkur. Er eitthvað svona sem þú mælir með? Eitthvað svona sem maður geti skemmt sér við að gera? Sko, já, það er hægt að fara í gönguferð. Það er hægt að fara á fjórhjól. Við erum að opna hérna núna í sumar frisbeegolfvöll, 9 hólu völl hérna inn í skóginum sem er nú örugglega ekki mjög víða. Og við erum líka að setja upp hér svona utan vega hjólabraut fyrir hérna niður í gegnum Hallormsstaðaskóg. Fyrir svona fjallahjóla? Já, svona braut eins og við þekkjum til dæmis í Kjarnaskógi. Þannig að það er ýmislegt þetta að gera og svo er þetta að fara hér á hótel og borða góðan mat og fara á bát út á fljót og það er alveg óendanlegt, sko. Það hljómar einum of spennandi að fara í axarkast í skóginum, þannig að við tökum Þór á orðinu og skellum okkur í smá keppni. Skúli er endar lítið spenntur, reynslan hefur kennt honum að það er í meira lagi óþolandi að keppa við mig. Það kemur upp í mér einhver smá dólgur. Ég tók fyrsta. Æfingarleikinn. Alvöruleikinn. Já. Tökum alvörukeppni núna, til í þetta? Já, nú er alvörukeppni. Right. Ok. Bam. Byrjar ekki vel. Nei. Það vinnur ekki svo vel undir pressu. Þetta er svona alveg sem að sé bara í Sturlungasögu eða eitthvað. Nema þeir kannski hittu. Vindurinn að feikja minni, sko. Já, einmitt. Það er svoleiðis. Það grínast. Skúli, þú ert aðeins að bara svona vera svolítið róleg. Prófa bara að anda eins. Kastaði öxinni. Yes! Oh! Djús pressa, maður. Ætlar nokkuð að láta mig labba heim? Ég fann heim. Uppáhalds Skúla er að tapa fyrir mér. Rakel, þú ert með góða bætingu og þú ert 12 stig. Svo mikilvægt. Ég vann fyrsta. Já, æfingarleikinn. Bróðulega. Það er ágætt að geta kælt sig niður eftir harða keppni í geggjuðum fjórhjólatúr. Það er ferðaþjónustufyrirtækið East Highlanders sem bjóð upp á axarkastið og fjórhjólin og hann Eli fer með okkur í alvöru rúnt skóginn. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, it's 5 and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throats, to turn to a ghost, I need to know everything.
Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence to let them in, chalk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game so they stay on their toes. Stay in your lane, how to stay on the go. I came to play with the pros and act like a rookie, so they overlook me. Then I double up again under their nose. None of them cold, they just got lucky but never adapted. So I'm to the one if it's coming to blows. My enemies cutting it close. I let them think that they got me, but what do you know? I had them beat before we ever spoke. I'm ready for smoke. I need to know everything. Who in the what in the where. Minjasvæðið á Skriðuklaustri geymir rústir munkaklausturs af reglu heilags Ágústínusar frá 16. öld. Klaustrið var stofnað 1493 en lagt niður við siðaskiptin 1550. Á næstu öldum gleymdist klaustursagan en var endurvakin í rannsóknum á árunum 2000 til 2012. Hér tekur á móti okkur eitt af glæsilegustu einbýlishúsum landsins, þar sem hlaðborðið svignar undan kræsingum. Skriðuklaustur, þetta nú stórt hús og hér margt í boði. Já, hér margt að skoða sko, bæði innandyr og utan, heldur betur. Ef við fyrir bara stuttlega í söguna hérna, hér mikil saga. Það já, hér svona, þetta náttúrulega byrjar alveg fyrir 500 árum, þegar að klaustrið byggt hér. Já. Og svona þessi miðaldasaga, við reynum að gera henni svolítið skil. En síðan auðvitað stærsti svona sýningagripurinn einstaki eiginlega þetta hús Gunnars, sem auðvitað ekki byggt fyrir 1939, þó að sumir halda að það sé klausturhúsið. En þannig að það, já, og svo svona alltaf eitthvað annað í viðbót. En klaustrið sjálft, þó við sjáum það ekki, hér nú fornleifafræðingar að störfum yfir árið og við getum kannski séð það í hvað sýndarveruleikanum. Já, það eitt af því sem við höfum náð að gera hérna. Við höfum náð að búa til svona endurgera í rauninni byggingarnar í sýndarveruleika. Þannig að það eitt af því sem fólk getur prófað þegar það kemur hér á Skriðuklaustur, að maður geta prófað að ganga og svífa jafnvel í kringum þessar gömlu byggingar, svona eins og þær gætu hafa litið út, og svo geta maður gengið niður á minjasvæðið og horft yfir rústirnar og borið það svona saman í huganum. En þetta hús hérna alltaf, þetta alveg einstakt hús og byggt af miklum efnum. Já, þetta enn á lista yfir 10 stærstu einbýlishús landsins sko. Það kostaði eins og 10 einbýlishús í Reykjavík á sínum tíma og það ekki hægt að reikna út hvað það myndi kosta að byggja svona hús í dag sko. Nei. En síðan sko veitingarnar líka niðri og þar líka vel í lagt. Já, það verður að vera. Þetta herragarður, svona alvöru herragarður, þannig að það verður líka að vera almennilegt að borða. Og auðvitað bara ein af svona 3 stoðum sko. Við erum með skáldið og við erum með minjarnar og svo það maturinn. Það það sem skiptir máli, þannig getum við fengið allar sínar óskir uppfylltar hér. Það tæpt að landkrúserinn beri okkur eftir allar kræsingarnar frá hlaðborðinu í Skriðuklaustri. En nú mál að halda enn lengra inn dalinn, alla leið að Innstabæ, þar sem óbyggðasetrið brúar bilið milli mannabyggða og hálendis. Við erum hérna á innsta byggðabólinn í Afdal og bakgarðurinn okkar eru eina stærstu óbyggðir í Norður-Evrópu. Nóg pláss að leika sér í gönguferðum og fjallahjólum og allavega hana. Hérna byggðum við svona baðstofu í stækkar mynd og með góðum dýnum og svona, en samt svona reynum að gera þetta eins ekta og hægt og þetta er allt handunnið í gamla stílnum og skoðum mikið hvernig þetta hafi verið gert áður fyrr. Við reynum að byggja þetta upp þannig að þetta sé svona heildarupplifun, þannig að fólk bílastæðir aðeins frá, þannig að nútíminn truflar ekkert og eiginlega borðar í gamla bænum, það veitingastæðan okkar bara eins og heimili og reynum að nota sem mest hráefni á svæðinu og svo þetta eiginlega gisting á safni, svona 4 mismunandi típar af gistingu og
og svo eru ferðirnar svolítið, það oft svona sögutengt í þeim og svona sýningin söguóbyggðana sem að margar krassandi sögur þar og skemmtilegar. Og maðurinn hérna á hreindýrinu, það búast flestir við þetta sé Bjartur, það sagan í sjálfstæðu fólki að Bjarti, en þetta sennilega fyrirmyndin á honum, af því að hérna maður sem bjó hérna á næsta bæ sem eyðibýli, hann lenti þessu að hann var að ganga að leita kindum og finnur sofandi hreindýrstarf og ætlar að læðast að honum og skera hann, hérna fullt af mat fyrir fjölskylduna, en tarfurinn of snöggur þegar hann stekkur á hann að spretta upp og ef við sjáum það hlaupa þá reyjaði hausinn, þannig að hann festist með lappirnar undir hornunum og fekk svona óvæntan retur. Og þessi horn hérna eru greinilega svona að ná fullri stærð, þau eru ekki ennþá farin að flagna, en þannig að á meðan blóðið að renna og þau eru að vaxa, þá svona flauelkennt svona utan þau. Og snert það? Já, og svo lokast kransinn, þau eru búin að ná fullri stærð og blóðið hættir að renna og þá flagnar þetta af og þau verða svona rauðleit fyrst og svo hvít. Og maður finnur oft tuggin horna því að kýrnar þær tyggja hornin til þess að fá kalk í mjólkina fyrir kálfana. Mjög vinsælt fyrir svona dagheimsóknir að koma í safnið og fá sér kannski kaffi og lumur eða kökur hérna í gamla eldhúsinu og svo farið hérna inn að Kláf oft og svona stutt gönguferð hérna inn að Eyðibýli og rennt sér yfir Jökulsánna á Kláf sem endurbyggðum þar og mjög mikið af fossum og við erum með gönguleiðir og svo erum við hérna með spa og heita laug sem við erum endurbyggja. Það opnar ekki fyrir eftir einhverja daga því það brann daginn en það allt gert svona sérviskulega unnið úr síberískum rekavið og hlaðin laug og svona hengi rúm og eldstæði og svona til að slaka á og sána, þannig að næturgestirnir nota það mjög mikið og svo erum við með nokkuð fjallahjól sem næturgestir geta gripið eða fólk leigt og farið hérna svæðið á því og náttúrulega fjöldi gönguleiða sem fólk fer bæði sjálft og svo kemur töluvert af gönguhópum sem kannski í nokkra daga með beis hér og eins í skála sem við erum upp á Heiði Laugafelli. Fossa ganga mjög vinsæl sem dagleið héðan upp í Laugafell og svo bjóðum við upp á Skutla á milli. Mikið af stórum og fallegum fossum og birkiskógur og klettabelti og enda svo í heitu lauginni þar við frá. Það mjög skemmtilegu dagur. Gamli sveitasíminn, hann var nú til, hann var á einum bæ hérna, það gott allir hlera alla og ekkert mikið af fréttatímum að fylgjast með þannig að mann er að fá fréttirnar einhvers staðar og á einum bæ hérna út á Héraði var svo vinsælt að hlera að þau geymdu kristallsskál á borðið undir símanum og svo dýrðu tólinn ofan í skálina og ómaði upp úr kristallnum eins og hátalara, þannig að þá gat öll fjölskyldan hlera saman og skemmtilega fjölskyldustund. Það verður svona í staðinn fyrir að horfa saman á Spaugstofuna. Já, einmitt. Nú er mál að drekka sama elixír og hélt lífinu í útlögunum fyrr á öldum. Fjallavatnið tæra og ferska er aldrei langt undan og enginn þarf að vera þyrstur á ferðum Austurland. Þessi foss er í minnikantinum en sjarmerandi engu að síður. Næst á dagskrá hjá okkur er hins vegar annar foss. Við ætlum að rölda upp að næsthæsta fossi landsins, Hengifoss. Gönguleiðin upp að fossinum er þægileg og vel merkt og fossið sjálfur er tilkomin mikill. 128 metra hár og rammaður inn af háu lagskiptu gili, þar sem rauður leir aðgreinir blágrýtislaugin. Nú fer hringurinn senn að lokast. Við ætlum að enda þennan frábæra og viðburðaríka dag í Vök. Þessi glæsilegi baðstaður er staðsettur í Urriðavatni, skammt frá Fellabæ. Það er nú ekki amalegt að enda góðan dag hér. Ég heldur betur ekki. Þú er ekki komið áður það? Nei, aldrei. Nei, það er kannski rétt að segja þér, Vök nafnið kemur til vegna þess að sama hvernig fristi hérna á Urriðavatninu úti, þá er heitt vatn sem streymir hérna upp og myndaði vakir. Og fólk kom með óhreina þvottin sinn og var að þvoða í þessum vökum. Þá voru þetta kallaði tuskuvakir. Eftir henni tusku sem að bjó í vatninu og notaði vakirinn til þess að koma upp á yfirborðið. Tusk? Og hvað var tuska? Dýr? Já, þetta er þjóðsaga, Álfur? Já, hún er einhvers konar vera.
Já. En ég held að menn séu minna að mæta með óhreina þvottin sín hér í dag. Ég vona það. Meira sundfötum til þess að baða sig í þessu heita vatni. Ég get eiginlega ekki beðið, sko. En við þurfum samt fyrst aðeins að næra okkur. Já, það er skemmtilega líka við, sko. Vatnið að mann getum drukkið það. Við erum að fara í fyrstu upplifun og það að drekka vatnið sem í þessum bjór hérna. Það aðeins búið að bæta það samt. Það aðeins búið að breyta því, það rétt, sko. Hvað segirðu, þetta vaka. Já, og vökvi. Og svo drekkum við te líka sem líka heita vatnið. Te? Já, við bruggum okkur te með telögum frá Vallanesi hérna eftir. Og þannig að við drekkum bæði bjórinn, það vatnið, við drekkum teið og svo ætlum við að baða okkur. Er verið að taka þetta vatn beint úr hérna þar sem fólki að baða sig? Nei, alls ekki. Úr uppsprettunni. Engar áhyggjur. Eftir gómsætan kvöldverð toppnum náð með því að skella sér í afslappandi bað í vök. Á barnum hægt að fá sér hressingu, bæði með og án vínanda og hérna svo sannarlega hægt að láta líða úr sér eftir annasaman dag. Fljótsdalshringnum lokað að þessu sinni og það óhætt að segja að hér sé eitthvað fyrir alla. Uppskrift að góðum degi í boði Austurbrú, Askur Taprúm, Síldarvinnslan, Móðir jörð, Bílaleigu Akureyrar og Rúbín kaffi.